Já, takk kærlega fyrir borgarstjóri, takk fyrir að koma og ávarpa þennan fund sem okkur mjög mikilvægur hjá Veitum að fagna degi vatnsins sem á morgun af því að Veitur taka mjög alvarlega að við förum með vernd vatnsins samkvæmt lögum. Við erum vatnsveita fyrir fyrir Reykjavík og við tökum það bara mjög alvarlega og lítum á það sem okkar frumskyldu að vernda vatnið okkar. Og okkur langar líka einmitt að auka meðvitund hvað þetta mikið lífsgæði á Íslandi að hafa og á höfuðborgarsvæðinu og það ekki einu sinni alls staðar á Íslandi sem fólk býr við þessi gæði sem við hér á höfuðborgarsvæðinu búum yfir. Og ég held að það sem við höfum líka lært svona undanfarið og séð bara bæði í því sem hefur gerst á Íslandi varðandi innviði og líka bara það sem að gerast erlendis varðandi bara bæði loftslagsbreytingar en líka bara hvernig við þurfum að huga öðruvísi bara vörnum gagnvart innviðum að það mikilvægt að við hugsum hvernig við ætlum að vernda þessi lífsgæði til framtíðar. Og ég tek það alveg gríðarlega alvarlega að ég vil ekki þurfa að horfa í baksýnisspegilinn og hugsa að ég hefði nú betur vernda vatnið meira. Þannig að mér langar að byrja á að bara svona smá hugvekju vatnið okkar með því að fá hjálp frá Pétri held ég, hvernig kveiki á myndbandinu. Og já, þarna. Og sýna ykkur örlitla hugvekju vatnið okkar. Við hjá Veitum trúum á mátt tenginga. Veitur eins konar æðakerfi samfélagsins sem tengir líf og hagsæld við einstakt samfélag. Við leggjum ekki bara pípur á rör. Með hverri pípu tengjumst við hreinu vatni sem streymir inn á þitt heimili. Með hverri lögn tengjumst við betra atvinnulífi og blómstrandi samfélagi. Við tengjum hreint vatn við fólkið, við fyrirtækin, við nýsköpun og við gleðina, við hversdagslífið og komandi kynslóðir. Á meðan við vinnum með og verndum dýrmæta vatnið okkar, sem sameiginleg auðlind okkar allra. Það þess vegna sem við sköpum í sífellu nýjar og betri tengingar fyrir framtíðina. Því við vitum að magnaðir hlutir gerast þegar við erum tengd. Veitur. Já, það nefnilega magnaðir hlutir sem gerast þegar við erum tengd og frumtengingin okkar kalda vatnið. Allt annað kemur eftir kalda vatninu. Þannig að þess vegna tökum við þetta svona alvarlega og þess vegna viljum við núna bara gera enn betur í að vernda þessi mikilvægustu lífsgæði okkar. Og við fáum heilnæmt vatn í Reykjavík frá Heiðmörk og grunnvatnsstraumar í Heiðmörk sjá 60% íbúa og fyrirtækja fyrir hreinu neysluvatni. Og Heiðmörk verður vatnstökusvæði höfuðborgarsvæðisins til langra framtíðar og skilgreint sem vatnsverndarsvæði. Og það algjört forgangsmál að tryggja gæði og heilnæmi vatnsins og þetta bara stærsta ábyrgð sem ég sagði áðan, Orkuveitunnar og Veitna að gæta þess. Vatnsveiturnar sem við förum með bera ábyrgð samkvæmt lögum að tryggja þetta vatn og við leggjum mikið upp úr því að viðhalda núverandi gæðum neysluvatnsins. Þetta í rauninni mjög einstakt að hafa þessi gæði sem við búum yfir á höfuðborgarsvæðinu. Það ekki margir sem geta státað af jafn ómeðhöndluðu vatni og við hér á höfuðborgarsvæðinu. Eða lítt meðhöndluðu. Og við viljum eins og ég byrjaði að segja ykkur frá, leggja áherslu á auknar forvarnir til þess að vernda þetta. Ekki bregðast við og vera með viðbragðsáætlanir hvernig við ætlum að bjarga einhverju þegar eitthvað hefur orðið, heldur setja upp forvarnir. Og það ýmsar áskoranir og ógnir sem við verðum öll að vera meðvituð að því að við erum öll verndarar vatnsins saman. Við þurfum að vernda vatni fyrir mengandi efnum og örverum
Það mjög mikil aukin umferð ökutækja þegar að vatnstökusvæði var skilgreint sem vatnstökusvæði fyrir þessum 100 árum þegar að menn handgrófu sig úr Heiðmörk, þá var það lengst upp í sveit og það var engin umferð þá. Þegar að við erum að tala ógnir erum við líka að tala eldsvoða og gróðurelda og það fylgir bæði aukinni umferð svæði en það fylgir líka bara vegna þessa loftslagsbreytingar sýna sig að það geta komið eldar. Við erum líka vaxandi borg og við erum í útþenslu í borginni og það aukin byggð í grennd í vatnstökusvæðin okkar. Það umferðarmannvirki í grennd í vatnsverndarsvæðið. Við vitum af því að við megum ekki gera lítið úr því að það eru náttúruhamfarir og eldgos sem geta haft áhrif á þetta svæði. Og við höfum verið að skoða það hjá Veitu mjög vel, hvernig við þurfum að setja upp forvarnir til dæmis gagnvart bara henglinum okkar sem fyrir heita vatnið okkar, en að sama skapi erum við að skoða hvað þurfum við að gera ef það geta komið mengandi efni ef við lendum í eldgosi nálagt vatnstökusvæðunum okkar. Og svo þetta sem ég aðeins myndist á að við sjáum og við vitum og öll innviðafyrirtæki eru að vakna upp við það að innviðir eru skotmörk fyrir skemmdir og hryðjuverk og það mjög auðvelt að lama heilt samfélag með því að ráðast á innviði. Og það hefur verið gert erlendis með hörmulegum afleiðingum. Ég heyrði mitt af því að á tímabili var 80% í Úkraínu án rafmagns, var það ekki Finnur, eftir svona árás. Og við þurfum að taka þetta alvarlega, þó við séum á Íslandi. Og það sem við höfum haft mestar áhyggjur af og höfum mjög miklar áhyggjur af, það umferð grannsvæði vatnsverndar í Heiðmörk. Og við höfum lent í mengunarslysum og næstum mengunarslysum sem hafa sem betur fer ekki haft alvarlegar afleiðingar en þau gætu gert það. Og við viljum hætta að taka í rauninni sjensa með það að næsta slys verði slysi sem að gæti haft alvarlegar afleiðingar. Við höfum líka lent í gróðureldum sem betur fer náðist að slökkva á þannig að það varð ekki alvarleg mengun en við mældum hins vegar mengunarefni í vatnstökusvæðunum okkar sem sýnir okkur að ef við myndum lenda í stærri gróðureld þá gætum við lent í alvarlegri mengun. Og við erum með einstakt tækifæri núna til að taka betur utan forvarnir gagnvart vatnsvernd því það vinna í gangi varðandi deiliskipulag Heiðmerkur í Reykjavík og þar sem sagt verið að móta framtíðarsýn fyrir svæðina Reykjavíkur og þarna höfum við þá tækifæri núna til að tryggja vatnsgæði á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar og Veitur og Orkuveitan eru að segja að í þessari vinnu mjög mikilvægt að verndun vatns þarf að stýra allri ákvarðanatöku nýtingusvæðisins og setja inn ákveðnar skorður. Þess vegna náttúrulega mjög ánægð að heyra hvað við erum í rauninni sammála að forvarnir það sem þarf að setja í forgrunn varðandi verndun vatns. Og við höfum sett fram ákveðin markmið vegna vatnsverndar og ég held að sé bara mikilvægt að við áttum okkur öll á hvað við þýða. Þetta náttúrulega bara einhverjum svona setningar, mér langar aðeins að verja tíma til þess að útskýra hvað við eigum við þarna. Við viljum viðhalda núverandi gæðum neysluvatns til langrar framtíðar og taka nauðsynleg skref til þess að vernda það að vatnsvernd njóti vafans við alla ákvarðanatöku á svæðinu. Og við vitum að, það sagt að við getum ekki byrt brunnin eftir og það á við þetta. Við verðum að setja forvarnir og hætta að reka okkur á viðbragðsáætlun. Auðvitað eigum við viðbragðsáætlunar áfram en setja upp almennilega forvarnir. Við erum búin að vera í samtali við almannavarnir, við erum búin að vera í samtali við önnur innviðafyrirtæki og þetta það sem öll innviðafyrirtæki í Íslandi eru að breyta núna. Við erum að setja forvarnir umfram viðbragð í forgrunn. Og ef ég fer aðeins yfir markmiðin þá það að innan grannsvæðis vatnsverndar sé einungis leyfð umferð ökutækja sem telst nauðsynleg, svo sem vegna vatnsvinnslu, vatnsverndar, viðhalds, innviða og gróðurs, brunavarna, neyðar og náttúruvár viðbragða.
Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að við erum að leggja til að loka ákveðnum hluta vega í Heiðmörk, ekki allri Heiðmörk eins og hefur stundum verið slengt fram, heldur ákveðnum hlutum sem eru viðkvæmustu svæðin innan grannsvæðis Vatnsverndar. Og að þar sé sem sagt umferð ökutækja einungis á forsendum Vatnsverndar til þess að viðhalda gróðrinum sem þar skóginum eða neyðar- og náttúruviðbragðar. Og hvað þýðir þetta? Þetta auðvitað eitthvað breyting, en þá kemur kannski að næsta punkti sem að útivist innan Heiðmerkur samræmis markmiðum Vatnsverndar. Og já, því að þetta gerir kjörið tækifæri til þess að búa til frábæra útivista perlu án bílaumferðar í Heiðmörk. Við viljum útivist, bara svo það sé á hreinu, bara ekki á bílunum. Við viljum búa til frábært umhverfi fyrir hlaupandi, gönguskíði, gangandi fólk. Allt samræmist það Vatnsvernd ef við erum ekki með ökutækin með. Þannig við myndum bara setja bílastæði í endana þar sem fólk getur svo bara komið og hlaupið á þessum frábæra skógi vaxna útivista perlu. Og við sjáum fyrirmyndir erlendis þar sem svona gert, svona grænir ekopark að kalla, þar sem að fólk getur komið og notið útivistar í kyrrð og þar sem umferð ökutæki ekki að trufla okkur. Svo fullt af öðrum svæðum í Heiðmörk sem verða áfram með vegum og þar hægt að fara í útivista með ökutækjum. Og svo eigum við náttúrulega fullt af öðrum útivistarsvæðum þar sem við getum komið akandi án þess að ógna vatnin okkar. Og svo næstu punktur, að gróðurþekja innan grannsvæðis Vatnsverndar stuðla vatnsgæðum, að gróðrið sé viðhaldi með vatnsvernd og brunavarnir að leiðarljósi. Og hvað þýðir þessi punktur? Við erum með 3-liða þjónustusamningu Skógrækt Reykjavíkur. Það þarf að viðhalda skóginum þarna, það náttúrulega bara, þetta algjör yndis skógur þarna og það þarf að viðhalda honum og það þarf bara að gera það með vatnsvernd í forgrunni auðvitað og passa þau tæki sem við erum að nota og annað, ógningi vatnsvernd. Og við þurfum að gera meiri svona brunahólf, ég ekki sérfræðingur í því, en til þess að varna því að það verði stærri skógareldur eða kviknareldur. Þannig við þurfum að auka brunavarnir á svæðinu og það þarf að finna út í þessu saman. Við viljum að iðnaður og þar með tala viðavinnsla verði flutt út af grannsvæði Vatnsverndar. Af hverju? Af því það fylgir olía þessum iðnaði. Þrátt fyrir við getum sett upp einhverjar varnir, þá áhætta sem fylgir því, en líka það fylgir þessu umferð. Og það fylgir þessu umferð og við teljum að þetta fari bara betur annar staðar og við erum 100% til í að leita leiða til að finna út úr því að styðja við það. Að fari verðir aðgerðir sem auki brunavarnir eins og ég sagði og meðferð elds verði bara bönnuð innan grannsvæðis Vatnsverndar. Við erum að sjá hræðilega skógarelda víða og þetta getur breiðst mjög hratt út og án þess að við náum að slökkva og við eigum ekki að leyfa meðferð elds. Við eigum mannvirki víða í Heiðmörkinni, Orkuveitan, og við höfum verið í langan tíma í rauninni að láta þessi mannvirki víkja út af því þau fara bara ekki saman að hafa starfsemi inn á vatnsverndarsvæðinu og við eigum eitthvað eftir þarna og við viljum bara að ófriðu mannvirki á Elliðavatnsbléttnum víki eigi síðan en 2033. Og svo mengunarhætta sem ég þekki ekki mjög vel, en það einhver mengunarhætta sem getur stafað háspennulínum og við viljum bara vinna með sérfræðingum í því að það verði mótuð framtíðarsýn fyrir háspennulínur með tilliti til vatnsverndar. Ok, þetta eru markmiðin. Hvað þýðir markmið? Markmið þýðir þetta í rauninni enda takmarkið. En svo erum við í þessari deiliskipulagsvinnu og þar erum við í vinnunni við að útfæra þetta nánar. Það ekki búið að útfæra allt hvernig þetta lítur út. Við viljum bara gera þetta að þetta verði endurinn og við erum í ákvað að finna út úr því hvernig við gerum það með tilheyrandi samstarfsaðilum okkar. Þannig að þetta það sem mig langa að segja ykkur frá hvað við erum að setja á oddinn varðandi vatnið okkar til þess að ég geti litið í baksýnisspegilinn og þið öll og liði vel með það að við skiluðum næstu kynslóðum jafn frábæri lífsgæðum eins og við búum yfir í dag
varðandi vatnið okkar. Takk fyrir mig.